Komið í sæl, skulum hefja hér yfirferðina í kvöld af því að líta hér á stóra yfirlitskortið okkar og við sjáum hér lægð hér suður að Hvarfi og hún mun stýra veðrinu hjá okkur næstu daga á móti þá hæðinni hér sem er svona innarlega á Norðursjó. En eins og við sjáum að þá mun hún svona hægt og bítandi koma hérna upp á Grænlandssund og koma síðan og skil hennar koma þá upp á landinu annað kvöld og fer að rigna úr þeim og að sama skapi þá hvessir af suðaustri líka hérna, sérstaklega á suður- og vesturlandi frá þessu. En við fyrir nú betri yfir það á eftir. Á hitasviðinu að þá er svona heldur hlýrra loft sem fylgir lægðinni en þó ekki mikill munur svo sem, en það er eiginlega ekki fyrir en þá annað kvöld sem að maður sér að fara að hlýna einhverju marki, en annars er hitastigið bara á pari við það sem það hefur verið að undanförnu, þannig að það er ekkert ágætt það að segja. Og síðan þá ef við lítum á hvernig þróunin er síðan til hádegis á morgun, að við erum ennþá með þessar skúraleiðingar hérna sunnan og vestan til og það mun ef eitthvað þá létta heldur meira til á Norðausturlandi til morguns að auki. Þannig að þetta er svona ágætis veður, það verður úrkomi eða færri skúrir líklega í fyrramálið heldur en verða í nótt og þetta gæti verið staðan í svona hádegisbil á morgun, hitinn svona mjög víða 6, 7 og upp í 12, 13 stig og gæti sjálfsagt laumast gráðu eða 2 hærri einhvers staðar, sérstaklega hérna ef hann næri í einhverja sunnanátt hérna á Norðurlandi þá mun líklega verða aðeins hlýrra heldur en hér er sýnt. En þróunin síðan áfram yfir til miðvikudags er að það er, sem sjáum hér, skilin nálgast úr suðvestri og þau koma inn á land svona frekar seint annað kvöld eftir 10 líklega og þau fara nokkuð hratt yfir og svo hádegisbilið á miðvikudag verða þá næsti skilabakki komin hérna upp að suðvesturströndinni með meiri rigningu. Þannig það verður svona nokkuð ákveðin rigning þegar skilin fara hjá og svo þegar þessi hérna koma, en þessi eru reyndar mun minni en þau sem koma annað kvöld. Og þannig að háti á miðvikudag væri þá staðan eitthvað á þennan veg. Þetta er svona upp í 10-12 stig fyrir norðan og svona aðeins svalara hérna sunnan til í úrkomunni en samt ágætis hitatölur miðað við árstíma. Og síðan ef við lítum á þróunina yfir til 1. maí að þá fer þessi úrkomubakki hérna austur með suðurströndinni og það mun nú draga okkur hratt úr úrkomunni en einhver úrkoma verður þó viðlóðandi Norðurland svona, en þetta er bæði lítið og tiltölulega langt á milli, en hins vegar skýjað og vestanátt hérna allar að vestast og það hefur náttúrulega áhrif á hitatölurnar að þá er þetta meira svona kannski upp í 10-12 gráður hérna á Suðausturlandi þar sem að verður hvað bjartast og svona skemmtilegasta veðrið, en við liggjum hérna á vestanverðu landinu í skýjuðu lofti og svona vestan gólu, en eins og áður sagði þá verður einhver úrkoma á Norðurlandi en hún mun nú minnka svona fram til föstudags og hér sjáum við þá það kort að það eru svona einhverju úrkomublettir eftir en að öðru leyti verður orðið lítil úrkoma í þessu og vindur áfram svona vestlægur og hitastigið á annars á svona svipuðu róli svona 5-10 stig og kannski meira svona 7-12-13 stig hérna suðaustan til. En ef við síðan lítum yfir til Evrópu og þá sjáum við að það er nokkuð blautt á vesturströnd Noregs en annars er ágætis veður í Skandinavíu, það er hérna lægð að fara inn í Rússland og það er bjart hérna mjög víða suður úr og einhverja skúrir hérna á suðurnaveru Tyrklandi og sömuleiðis á Ítalíuskaganum svona stökuskúrir og eins eru viðlóðandi skúrir í Ölpunum en hitastigið svona öðru hvoru megin við 20 gráðurnar og síðan er hérna á austurhluta Spánar er bjart og fallegt veður en hins vegar eru skúraleiðingar víða í Portugal og suðvestu Spáni, en það eru reyndar áhrif frá þessari lægð sem er hérna vestan við. Þessi lægð hefur síðan líka áhrif á Kanarí að það er hins vegar vindáttið norðvestlæg og það er viðbúið að verði einhverja smá skúrir, sérstaklega hérna áveður sem svo nyrst á eyjunum frekar heldur en sunnan til og hitinn svona í ríflega 20 gráðum þar mjög víða. Og svo vestur haf, það er nokkuð ákveðið úrkomubakki hérna yfir svona austanverðri Norður-Ameríku en austan af þetta bakka er vel hlýtt en aftur á móti mun svalara hérna vestan við enda dregst kalda lofti hérna niður frá Hudsonflóanum og síðan er hins vegar Kaliforníuströndin er nú svona býsna falleg og góð að sjá en einhverja skúraleiðingar í Klettafjöllunum og hérna austan við Seattle en að öðru leyti ágætasta veður. En við skulum láta þetta gott heita í þetta sinn, verið sæl.